Verið velkomin í Kaffikrókinn, hlaðvarpsþátt félags atvinnurekenda. Ég heiti Ólafur Stephensen og er framkvæmdastjóri FA. Þessa dagana ræði ég við oddvita framboðana til borgarstjórnarkosningana stefnu flokkana og hagsmunamál fyrirtækjana í borginni. Og í dag er hjá mér Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins. Vertu margt velkomin. Takk fyrir. Þú ert alveg bara glænýr í pólitík. Já, ég er nú vanur að vera í þínu sæti Jú. að spyrja. Þú ert svona svolítið óskrifað blað kannski. Fyrir hvað stendur Einar Þorsteinsson Framsóknarmaður? Sko, það var mjög skrítið að stíga inn í þetta hlutverk. Ég ætlaði mér það aldrei og var komin með starf þegar ég hætti á RÚV og ætlaði bara að fara í svona þægilega 9-5 vinnu með ágætislaun og svo tók ég mig frí í mánuða því að ég fengi þarna orlof greitt sem ég átti uppsafnað og þá fór bara síminn að hringja og ég fór að máta mig við stjórnmálin og eftir að hafa verið í þessu að vinna hjá RÚV sem er almannaþjónustumiðill og maður er búinn að vera með það hlutverk að skoða báðar hliðar mála til þess að geta verið sanngjarn spyrill og vita það og þekkja það svona að pólitískri umfjöllun og það er alltaf tvær hliðar á öllum málum og traustið vinnur maður sér inn með því að vera sanngjarn í sínum störfum sem fréttamaður að þá fannst mér Framsókn liggja beinast við vegna þess að það er flokkur sem er á miðjunni, hann er tilbúinn að vinna bæði til hægri og vinstri, vinna aðalega bara góðum málum og sumir gagnrýna þetta að það sé eitthvað svona stefnuleysi fólkið í því að vera á miðjunni og vera tilbúinn að vinna bæði til hægri og vinstri en mér finnst það að vera mjög mikilvægt og sérstaklega mikilvægt á þessum tímum þar sem að polariseringen er svo mikil í stjórnmálum að það er í raun og veru að tæta upp öll lýðræðiskerfi sem við sjáum og þekkjum. Við sjáum Trump og við sjáum Brexit og umræðina í Evrópu. Ég meina það er hægri öfgakona komin í aðra umferð í forsetakosningunum í Frakklandi. Þannig að mitt erindi svona inn í þetta er eftir svona með minn bakgrunn að þjóna sem fréttamaður, almenningi og maður er alltaf að spyrja fyrir þann sem er satt heima og nú er ég komin í stjórnmálin og ég líti ekki á þetta þannig að á Íslandi er þetta alltaf kallað að fara í pólitík en í Bandaríkjunum er oft talað public service og ég líti á stjórnmál sem public service þannig að ég er þar. Hvað við stöndum fyrir, ég meina við erum náttúrulega, horfum bara á verkefnin í borginni, það er margt gott í borginni, Reykjavík er ágætis borg. Og ég ætla ekki að reyna að selja kjósundu það að allt hér sé ömurlegt. Það hafa minnihlutaflokkarnir í borginni reynt að gera. En ég gagnrýni það sem að ég til að hafa farið aflaga í borginni og reyni þá að benda á leiðir til þess að leysa það. Og ég vil mér langar ekki að dragast inn í leiðuslægin. Ég tyrfa yfir leiðina og byrja að hlaupa. Það vantar nú kannski einhvern í borgarstjórnarsalinn sem að talar fyrir því að fólk tali saman og vinni saman? Svona. Já, mér finnst það. Ég meina okkur gengur ágætlega í könnunum núna. Og ég held að það sé bara þetta ákall dálítið ný vinnubrögð. Og ég meina það þegar ég segi það. Ég ætla ekki að láta það draga mig út í árásirnar og leiðindin sem að fólk er komið með alveg upp í kokaf. Og ég veit einhvern veginn svo leiðilegt þegar maður fyrir að velta fyrir sér Reykjavík, þetta er höfuðborg Íslands og það er búið að tala hana niður. Kópavogsbúar segja það er svo gott að búa í Kópavogi. Hafnfirðingar segja ég er stoltur gablari og Mosfellingar eru stoltir á sinni sveit. Ég hef ekki heyrt neitt segja það árabil að hann sé stoltur að þau búi í Reykjavík og ánægður með það. Já. Ég held að stjórnmálamenn byrja ábyrgð á því að setja þetta aldrei tónin í samfélaginu og við þurfum að breyta því og það er hægt. Og þá gerir maður bara með því að haga orðum sínum rétt og sína ábyrgð þegar að vera að tala málefnin. Athyglisvert. Nú gerir ég ráð fyrir að þú ert búin að heimsækja einhverja vinnustaði í kosningabaráttunni. Já. Hvað segirðu fólki sem er að reka fyrirtæki? Hvað vill Framsókn gera til að auðvelda því að starfa og skapa störf og verðmæti og kannski borgarbrag? Já, það er náttúrulega það er kannski eins og þú þekkir náttúrulega líklega betur en ég, þú ert nú að vasast í þessu á hverjum degi en maður heyri það, eitt er það að það hefur dregið einhvern veginn úr því að fyrirtæki er að leita annað, stór fyrirtæki sem vilja koma hingað,
Ég meina maður heyrir af því að fólk sem vil reisa stórt atvinnuhúsnæði, 1000 fermetra jafnvel, fá ekki svör frá borginni. Það er bara ekki lóðir í boði. Við sjáum fyrirtæki eins og Icelandair að flytja úr borginni yfir í Hafnarfjörð og þetta er allt röng þróun. Við þurfum að snúa þessu við. Reykjavík, ef við horfum á þetta úr 30.000 fetunum, þá vil ég að Reykjavík sé höfuðborg atvinnurekstrar á Íslandi. Og það er hægt að kannski snúa því við með því að laða fyrirtækin inn í borgina, frekar en að ýta þeim út. Það þarf að bjóða lóðir. Sjáum að það er verið að leggja atvinnulóðir undir íbúðarhúsnæði núna. Ég get ekki tala gegn því af því að við þurfum mjög að slá í klárinn hvað varðar uppbyggingu atvinnuhúsnæðis. En það þarf þá að finna atvinnurekstri stað annar staðar og skynsamma leiðin að mínum mati er að reyna að flétta saman atvinnu og íbúðarhúsnæði þar sem við getum, vegna þess að það styður bara við svona þau markmið sem við höfum samgöngur í borginni og auðveldar líf fólks eða býr nálægt atvinnu sinni. Það er náttúrulega hagrænir hvatar. Hér eru fasteignagjöldin í hámarki, 1,61 minnum mig eða eitthvað svo leiðis. 1,6, ekki alveg í hámarkinu. 1,6, já. Ég myndi vilja lækka það. Já, þetta er tölu handa mér? Ég veit það ekki, ég er ekki ábyrgðarlaust að lofa einhvern tölum fyrir kosningar en ég meina, hvar er Hafnarfjörður í 1,4? Já, ég meina við getum verið eitthvað þarna á milli. Við þurfum að eiga líka bara fyrirtækja eigendur og fólk í rekstri þarf að eiga gott samtal við borgina. Við heyrum, það eitt af því sem ég hef heyrt, ég er náttúrulega búin að tala við ýmsa, talaði við dálítið af fólki sem er að byggja og það segir bara, hér kom flokkur fyrir síðustu kosningar og lofaði því að einfalda alla ferla, straumlínulaga stjórnsýsluna og það var alveg eins og músík í mín eyru. Það hefur ekkert gerst og þessi flokkur eru meirihlutanum. Það er að segja að það hefur ekkert gerst að mati þeirra sem eru til dæmis að byggja húsnæði hér. Og maður heyrir það að þú ert að sækja um einhver leyfi og það tekur óratíma og ég veit að stjórnsýslan er vel mönnuð, hún hefur vaxið en eitthvað er að. Ég er búin að vera að segja sögur hérna atvinnurekanda sem þurfti að færa þvottavél á milli hæða og 7 mánuði að fá tilskilin leyfi. Jesús. Já, nei, ég meina þetta er bara, þú veist, ég er búin að vera að segja hérna, ég vil ekki vera að tala borgina niður, en hérna við þurfum samt að horfast í augu við það að sögurnar sem við heyrum af samskiptum fólks við stjórnsýsluna eru eiginlega hálf ótrúlegar. Ég meina, ég var nú að tala við einn hérna sem að þurfti að ná í heilbrigðiseftirlitið og símatíminn er milli 8:30 og 9. Hvað ef þú þarft að ná í það á öðrum tíma? Og þau sendir póstinn og tekur langan tíma að fá svar. Og ég meina, þetta er einhvern veginn ekkert sérstaklega aðlaðandi. Ég held við getum bætt það, ég held þessu sóknarfæri af því að það er mikil þekking í stjórnsýslunni. Kannski þarf bara eitthvað aðeins svona, ég meina við sjáum að það er meira og minna sami flokkurinn sem hefur stýrt borginu árabil og stundum verða menn dálítið samdöina. Þú ert að tala um Samfylkinguna? Já, hugsanlega, þú nefnir hana. Og hérna, kannski þarf aðeins ferska augu á málin. Kannski væri sniðugt að gera eitthvað svona stjórnkerfis úttekt, fá erlenda aðila og ekki bara til þess að koma eftir kosningar og segja, heyrðu, já, þetta var allt saman ömurlegt og nú ætlum við svoleiðis að breyta, en bara til þess að fá ferskt mat. Og það líka undirstrika mikilvægt þess. Eitthvað svona benchmark, hvar eru hlutinni gerðir best? Já. Alþjóðlega? Já, sækja, ég meina, þurfum ekki að finna hjólið þarna. Það er borgir sem hafa farið í, til dæmis, stafræna umbyltingu, Helsingi til dæmis. Hér er verið að fara í þá vegferð og það er mjög mikið fagnaðarefni að borgin hóf þá vegferð. En hún gerði það með því að ráða inn nánast alla forritara og tölvunarfræðinga í landinu og ég er ekkert alveg viss að það sé skynsamlegt. Við heyrum kvörtunir frá fyrirtækjum, sjálfstæðum fyrirtækjum sem eru í samkeppni við borgina. Þannig að það er svona kannski hvað sem mætti hugsa betur. Þú ert svo duglegur að svara óbeðin spurningunum hérna á blaðinu. Sko, hvað finnst þér þá þróun að sveitafélögin hafi í rauninni tekið forystu í launahækkunum og öðrum kjarabótum til dæmis með talsvert ríflegri styttingu vinnuvikunnar heldur en á almenna markaðnum? Er það
Er það rétt að það sé hið opinbera sem á gangi á undan í launakostnaðarhækkunum í staðan fyrir að svigrúm atvinnulífs til að auka launakostnaðar ráði í rauninni svona hvert vinnumarkaðurinn að fara? Já, ég held að það sé alveg klárt að menn séu nú, að fólk sé almennt sammála það að atvinnulífið á að vera á undan og menn hafa aðalega verið að reyna. Það er ekki allir sammála því sem við koma og sýta þetta borð sko. Nei, en ég þar og við verðum að vita hver er raunveruleiki geta efnahagskerfisins til þess að borga laun og allt þetta í samhengi. Ég meina, þetta er eitt stórt dýnamískt kerfi hér, þetta samfélag og það gengur ekki að við séum að spenna hér væntingar umfram getu og ég alveg sammála þér í þessu. Ég upplifði þannig að samninganefnd samband sveitafélaga hafi bara gleymt að segja stjórnendur sveitafélagana hvað samningarnir kostuðu þegar það virðist komið þeim flestum á óvart. Já, það verður gaman að takast á við það þessi verkefni. Þú hefur sagt í viðtölum að þú sett hlindur þeirri stefnu sem hefur verið mörkuð varðandi samgöngur á höfuðborgarsvæðinu, borgarlínu, gefa gangandi hjólandi meira svigrúm og svo framvegis og ég held að margir atvinnurekendur séu nú sammálaðir. En það eru mörg fyrirtæki sem að finnst að í þessari umræðu sé kannski ekki, menn eru kannski ekki hann á þessum stað að segja vegið að einkabílnum, en spyrja kannski hvað með sendi og vörubílana. Þurfa þeir ekki að komast leiðar sinnar og af hverju verið að þrengja götur, af hverju er ljósunum ekki stýrt þannig að umferðin sé greið og svo framvegis? Jú, ég meina það þarf, við megum náttúrulega ekki gleyma því að þótt að almenningur þurfi að komast með fjölbreyttum samgöngumátum frá A til B, þá er hér lífkerfi inn í borginni sem bara snýst verslun og þjónustu og við vitum það alveg og þú veist það betur en ég, tölunar í því en ef þú þrengir aðgang vöruflutningabíla að búðunum og þá þarf stundum að fara 2 ferðir og þetta er ákveðnum tíma og þetta bara eykur kostnað og það endar á almenningi þannig að þetta þarf að vera skynsamlega útfært. Mig minnir að borgin hafi komið til móts við atvinnurekendur með svona samkomulagi á vissum stöðum þar sem þannig að það eitthvað samtal hefur nú verið Við höfðum frumkvæði að samtali miðborgina. Já. Og það hefur satt þess að gengið alveg ágætlega. Vörudreifingar bílstjórarnir eru ánægðir til dæmis að mörguleyti með göngugötuvæðinguna því að þá er önnur umferð ekki að þvælast fyrir þeim snemma á mótnana þegar þeir eru að koma með vörur og svo framvegis. En þetta snýst kannski frekar að bara svona flæðinu í borginni. Já. Ég meina ég bind miklu vonir við Sundabraut. Það er mjög mikilvægt skref í að létta á þungaflutningum inn í borginna og útrunni og hún, ég meina Framsókn, í þessari samgöngu umræðu þá nálgust við þau þannig að Sigurður Ingi Jóhannsson, þá var þetta samgönguráðherra, lagði mikla áherslu á það að leiða saman sjónarmið ólík varðandi almenningssamgöngur og svo stoppvegi fyrir fjölskyldubílinn að ég kalli þetta fjölskyldubíl, ekki einkabíl, af því að þetta er tæki fjölskylduna til þess að komast á milli staða að ná saman samgöngusáttmálanum og hann felur í sér þetta að greiða fyrir almennri umferð og keyra í það að búa til borgarlínu og við þurfum að halda vel utan það verkefni. Ég heyri það alveg bæði á mínum flokksmönnum og reyndar bara öllum framsóknarmönnum sama hvar í flokki standa að það þarf að fólk hefur áhyggjur af því að þetta verði of dýrt og gangi ekki upp en ég lít svo á að þetta er ennþá í sumir vilja endurskoða þessi áform en þessi áform eru ennþá í hönnun. Flesti leggirnir eru í frumhönnun ennþá. Það er ekki að endurskoða eitthvað sem er ekki búið að skoða og það eru margar stilliskrúur á þessu sem við þurfum bara að passa upp á að halda vel utanum og stýra þessu vel og ég er full að trúa því að það gangi og við verðum líka að hugsa stórt. Hér til 2040 muni setja staðvonandi 70.000 manns og þá þurfum við bara að búa til mekanisma inn í borginni sem færir fólk og vörur og millistaða þannig að það virki
og borgarlína og almenningssamgöngur eru bara einn liður í því. Svo eru bara deilihagkerfislausnir líka og ýmislegt og breyttur vilji almennings til þess að nýta sér þessar lausnir. Það er ekkert að festa sig við eitthvað eitt. Sundabrautin skiptir mjög miklu máli og Framsókn styður það mjög og það er loksins komin skriður á það mál eftir að Sigurður Ingi keyrði það dálítið hart áfram. Þannig að Sérðu fyrir þér að hún verði með vegatollum? Já, ég held að það sé eina leiðin að gera það þannig að þetta sé svona private-public partnership að menn fari í þessi stóru verkefni með þeim hætti. Ég held að það sé bara almennt í heiminum eru menn að svona í takti við markmið okkar í loftslagsmálum að þeir borgi sem að nota og þannig að ég held að það sé skynsamlega leiðin sko. Hún nefndir hérna skortinn á atvinnulóðunum. Já, við höfum... Má ég koma að einu, því að þú varst að tala aðan um það hvernig við erum að færa vörur inn til verslana og fyrirtækja. Sko, skipulagsmálin eru svo mikilvæg vegna þess að ef þú skipuleggur hverfi vitlaust þá getur ekki tekið mistökin tilbaka. Það eru stærstu og verstu mistökin sem þú gerir það eru í skipulagsmálum þegar þú býr til nýtt hverfi. Það stendur bara þarna og það er erfitt að glæða hverfi sem að gengur illa nýju lífi. Og ég var að heyra það frá fólki sem að hefur verið að skoða til dæmis nýja Hlíðarendahverfið og ég ætla nú ekki að segja að það sé alveg hræðilegt. Það eru skemmtilegt hverfi og svona borgarhverfi og en það hefur verið fjallað um það í fjölmiðlum að neðstu hæðirnar sem eru fyrir verslunarþjónustu þær standa tómar. Það er einhver ein hárgreiðslustofa og þetta er svona eins og Palli var einn í heiminum að labba hann og þá heyrði ég það og var sýnt fram á það að það er ekki hægt að afhenda vörur nema bara einum dyrnar sem að snúa út á götu og það er engin bílastæði neinstaðar til þess að leggja og komast að þessum verslunum. Af því að þetta er skemmtilega hönnuð hús, það eru svona í kassa og það er garðurinn í miðunni, búa til svona borgargarð með skjól, sæll og fallegur fyrir íbúana. En hvernig eiga þessar verslanir að þrífast? Og sko, nú ætla ég ekki að segja að þetta sé algjör skipulagsmistök, og ég vonandi þá fyllast þessi verslunarrými á einhverjum tímapunkti. En þeir sem voru að byggja þetta eru að byggja, og sérfræðingar eru að byggja íbúðarhúsnæði, ekki atvinnuhúsnæði. Og borgin hefur krafið þá að búa til atvinnuhúsnæði sem hluta af sínu og svo eru þeir sem eru sérfræðingar í atvinnuhúsnæði að byggja það krafðir að búa til íbúðarhúsnæði og menn eru einhvern veginn alltaf ný verkefni í fanginu til þess að fá lóðirnar og þetta er flækt aldrei fyrir þessu og við sjáum svona að það verða eitthvað svona mistök hér og þar í borginu og menn eru svona einhvern veginn eftir að reyna að elta og laga. Ég veit ekki, sko, það er skynsamlegt að blanda þessu öllu saman. Ég vil það og Hlíðarendahverfið er gott að því leyti að það er verið að reyna að draga inn þjónustuna en einhverjum hluta vegna gengur það illa og ég veit ekki hvernig þú ætlar að koma inn mjög mikið af vörum inn svona litlar dyr þar sem engin bílastæði eru. Það þarf að hugsa þetta rosalega vel. Það er áhugaverður punktur. Já, ég ætla að fara að tala um atvinnulóðirnar og hvar sérðu fyrir þér að sé hægt að bjóða upp á þær þannig að fyrirtæki vilji koma og vilji byggja til dæmis stærri fyrirtæki, vilji byggja höfuðstöðvar, fyrirtæki geti átt stækkuna möguleika. Já. Sko, Reykjavík er nú í þeirri stöðu að hún á meira byggingarland heldur en nokkurt annað sveitarfélag. Þannig að bara spurningin er hvernig ætlum við að útluta þessum lóðum þannig að það sé í skynsamlegu samhengi við þau hverfi sem eru nálægt og borgin hefur verið að skipuleggja upp á Esjumiðlum, atvinnuhúsnæði þar, Kjalarnesi er náttúrulega víðfeðmt svæði. Svo er nú kannski að mestu leyti í landi Mosfellsbæjar er Blikastaðalandið, Keldnalandið er það svæði sem að mér sýnist nú að Dagur hafi vaknað við mína hvatningu. Ég lagði það til strax í byrjun að það eru drifið í því að byggja í Keldnalandinu og flýta borgarlínu og hann var undir þetta samning það bara í gær sem er fínt og ég bara hrósa honum fyrir það að flýta því
þar væri hægt að vera með bæði atvinnustarfsemi og íbúðir. Svo eru Örfirir sig, það líka skemmtilegt svæði. Þannig að, en sko, þetta svona kannski tvenns konar spurning, sko. Ég meina, hvar viltu fá stóru verksmiðjurnar jafnvel, og vöruhúsin og þessar 1000 fermetra ég held að sjá allir að það vill enginn hafa það inn í þéttri byggð, en einhvers staðar þarf þetta að vera, en það myndi ég vilja hugsa að þannig að það væri í góðri sátt við og svona í góðu samhengi við borgarlínu ásanna, góðar stofnbrautir og þannig að það virki almennilega. En sko húsnæðismálin almennt, þú hefur aðeins rætt þau. Sko þau eru náttúrulega bara bygging íbúðarhúsnæðis líka hagsmunamál fyrirtækjanna, því að þessi bóla sem er búin að vera á húsnæðismarkaðnum keyrir upp verðbólgu og veldur óstöðuleika, hún keyrir upp launakröfur. Hvaða plan ertu með til að reyna að tappa þessum þrýstingi og lækka húsnæðiskostnað? Ég held að sjáu það allir að það þarf bara að byggja meira hraðar og fjölbreyttar. Og þessi stefna borgarinnar hefur verið svo að byggja meira heldur en nokkurn tímann áður, og það má hrósa þeim fyrir það. Þau byggja hátt hlutfall íbúða sem félagslegt húsnæði, og það gott vegna þess að það eru 500 manns ennþá að biðlista eftir slíku húsnæði. En byggingarstefnan, það er að segja að þeir halda eftir lóðum, þeir fara ekki þeir hleypa þessu ekki alveg af stað eins og verktakageirinn væri til í að láta þetta gerast. Og þess vegna verður þessi mikla verðhækkun, eins og Seðlabankinn hefur bara bent á, lóðaskortur gerir það verkum að það eru of fáar íbúðir til sölu og það keyrir upp verð. Þetta er ekki flókið. Og þannig að við þurfum bara að auka aðgengi að lóðunum. Hagstofan hefur verið að mæla þetta, hvert fólk að flytja. Það fer úr borginni á Suðurnesið, á Suðurland og upp á Skaga, úr Reykjavík. Finnst Framsóknarmönnum það ekki bara gott að landsbyggðin eflist? Jú, en ef þú ætlar að minnka Kolbeinssporið og draga úr umferð í Ártúnsbrekkunni, þá þarf fólki sem býr þarna á Selfossi og Akranesi og Vogunum helst að búa í Reykjavík, sko. Þú vilt ekki að þau keyri vinnuna þaðan. Við sjáum bara Reykjavík þarf að vera bara höfuðborg og axla ábyrgð sína sem höfuðborg allra landsmanna, og það var dreginn hringur í kringum allt höfuðborgarsvæðið, svæðisskipulag, og það var gert samkomulag það, sveitarfélögin ákvað að þenja sig ekki lengra, og Hafnarfjörður eru klár allt sitt land. Garðabær búið með Urriðaholtið og á einhverja þéttingarreiti reyndar eftir. Kópavogur með Vassendahvarfi, þar eru einhverja 500 einingar, þeir munu byggja það tiltölulega hratt held ég. Mosfellsbær að vaxa mjög hratt. Mesta landið í Reykjavík, og þegar staðan þessi, Seðlabankinn segir, helmingur verðbólgunar vegna verðhækkana á fasteignum, að þá fólk sem býr bara á Vopnafirði að borga hærri afborganir af sínum fasteignalánum og hærra vöruverð vegna skipulagsstefnunnar í Reykjavík. Það gengur ekki, og þéttingarstefnan sem að ég styð, ég vil að við þéttum borg vegna þess að það er skynsamlegt. Við sjáum að við nýtum innviði og sumstaðar svigrúm í skólunum og leikskólunum, annars staðar ekki, og þar erum við að fara varlega í þéttinguna. En þannig að þetta bara þarf að vera skynsemi í þessu. Þú vill líka byggja í Jörunum, ekki sant? Jú, ég vil byggja í Úlfarsárdal. Ég meina, Steinunn Valdís Óskarsdóttir, borgarstjóri Samfylkingarinnar fyrir hrun, hún var með áformum 20.000 manna byggð í Úlfarsárdal. Svona fer nú saman í hringistundum, og núna komið 5.000 manns þarna og fer kannski 7. Ég vil bæta við dálítið rækilega þar. Þar eru komnir innviðir, skóli og sundlaug og íþróttaaðstaða. Þannig að akkur ekki að stækka það dálítið, og það líka bara meðfram borgarlínunni. Keldnalandið, þar hægt að koma upp skemmtilegri byggð og tengist Grafarvogi og borgarlínu, og svo bara líka það eru þéttingarsvæði inn í hverfunum sem að geta styrkt þau. Hvert útkverfi hefur sinn miðbæ, og mér finnst eins og það eru komnar svona hálfpartinn 2 þjóðir í borgina. Það eru þeir sem eru
hluti af nýju Reykjavík sem að þessi meirihluti hefur lagt áherslu á að byggja, vestan Elliðaáa og svo úthverfin. Og við í Framsókn bara höfum það í huga sko að úthverfin eru líka Reykjavík. Og eins og ég var að tala um áðan, að við séum svolítið svona ánægð með það að búa í Reykjavík, við séum stolt af því. Það vantar bara betri stemmingu einhvern veginn í borgina, mér finnst það. Að lokum þá, ef þú getur svarað í fáum setningum, af hverju ætti fólk sem rekur fyrirtæki eða langar til að stofna fyrirtæki í Reykjavík að kjósa Framsókn? Að því að ég vil og við í Framsókn viljum að Reykjavík sé höfuðborg atvinnurekstrar. Hér er massinn á fólki. Fólk sækir þjónustu inn í Reykjavík og þannig á það að vera. Það á ekki að þurfa að fara úr Reykjavík til þess að sækja þjónustu. Og þetta er bara okkar stefna. Og hún helst í hendur við það að búa til góð hverfi þar sem að fólk getur sótt bæði vinnu og þjónustu allstaðar með litlum fyrirvara og litlum ferðakostnaði. Og þetta er bara okkar stefna. Við erum hlynnt þessu. Og við viljum lækka fasteignagjöldin, þannig svona áhöldum það hver fjárhagsstaða borgarinnar eftir endurreikning á öllum þessum félagslegu eignum inn í félagsbústöðum og það er áhyggjuefni og við þurfum að sjá hvernig það þróast. Það eru þannig 90 milljarða gat sem er ósvarað hvort það er raunverulega til eða ekki. Þannig að já, menn verða bara að trúa því að við stöndum með fyrirtækjunum í landinu og í borginni og öllum störfunum sem að þau eru að skapa. Einar Þorsteinsson, þakka þér kærlega fyrir komuna í Kaffikrokkinn. Takk fyrir að bjóða mér.